Ok, ég ætla að segja ykkur topp 4 jólamyndir mínar. Smá, já, ég veit ekki hvað fyrst í mannlista. En ok, númer 1 væri besta jólamynd allra tíma og það er National Lampoon's Christmas Vacation. Að sjálfsögðu, hún er sett á hverju ári, without fail, heima í mér. Og hún er alltaf jafn fyndin og það tekur alltaf eftir ykkur nýju, það er mjög skemmtileg. Svo næst myndi ég setja The Grinch, en sko teiknuðu myndina frá 2018 með íslensku tali að sjálfsögðu. Það sem Jón Jónsson er að lýsa henni, mér finnst hún ekki fá nógu mikið hype. Hún ætti að vera standard á öllum heiminum, getum sagt það. Ok, næst setti ég á listan Happiest Season, Kristen Stewart jólamyndina. Þetta er svona Hallmark type, svona léleg mynd, en mér finnst hún ógeðslega krúttleg og ég horfa á hana á hverju ári núna og hef gert síðustu árin og mér finnst hún ógeðslega krúttleg, þannig. Og svo, sko, ok, já, jólamyndir eru ógeðslega krúttlegar og allt það, en ég fór að hugsa, hvað er jólamynd? Og það sem ég man svo ógeðslega vel eftir er að þegar maður var lítill og var alltaf það sama í sjónvarpinu aðfangadag. Það var litli Houdini, eða Houdini litli eða eitthvað, og svo Stickman, þessi. Þú veist, ég fæ hlýtt í hjarta að hugsa að hann fær að vera hjá á topp 4 hjá mér. Mér finnst það mjög fallegt tilhugsun, þannig að ég ákvað að setja leyfa prikmanninum prikinu að vera. Þannig já! Og svo náttúrulega stutta útgáfan af Home Alone. Ef ég fengi að velja topp 5, það væri hún að því. Yay! Uppáhalds jólamyndin mín er The Holdovers. Ég hef aldrei hort á hana fyrir á þessu ári, en mér finnst hún svo skemmtileg. Ég horfði á hana með vinkonum minni í Bílóbíó í Borgó og vel leikinn, sagan ógeðslega góð. Mér finnst alveg vera plot twist og mér finnst það bara mjög svona, maður finnur svona fyrir jólaandanum í þessari mynd. Hún er svona bittersweet. Hún er ekki bara svona alveg gervi. Skilur, þetta er svona raunveruleg hamingja í þessari mynd. Og mér finnst það bara, þannig myndir sem er svona með raunverulega hamingju svona miklu betri heldur en svona allt er svo frábært og endurinn er svo frábær og allt er svo frábært eftir að myndin endar. Af því lífið er ekki þannig, lífið heldur áfram og það endar ekki allt fullkomlega, en hún endaði vel. Og hún er svona found family mynd og mér finnst það ógeðslega sætt. And I love that. Og ég horfði á þetta með vinkonum minni í Bílóbíó og það var bara mjög skemmtileg minning að vera með henni að horfa á myndina. Og líka, þetta er eins og að vera í bíó nema þú ert inn í þínu eigin rými og getur reaktað eins mikið og vilt, skilur. Og við vorum bara mjög cozy, bara snakk. En já, Holdovers er alveg mjög stund svo góð jólamynd. Og Klaus, animated movie, mér finnst hún líka ógeðslega skemmtileg. Því hún var svona, gerði skemmtilegt hvernig jólasagan varð til. Mér finnst hún skemmtileg. Svo skemmtilega gerð. Boðskapurinn líka bara mjög fallegur og svona tók smá tíma að fara á stað. Ég var smá lengi svona, er þetta að fara að byrja, en mér fannst hún ógeðslega skemmtileg. Og ég bara svona, og þetta eru nýjar myndir. Og ég saknaði þess að hafa svona alvöru jólamyndir, svona, ekki svona, mér finnst hún mjög skemmtileg. Það er mynd. Og já, það er alltaf my favorite, top 2 favorite jólamyndir. Og síðan Home Alone. Klassík, alltaf hort á hana, mér finnst hún ógeðslega skemmtileg. Holy fuck, ég er leiðileg með myndanöfn. Love Actually, mér finnst Love Actually, I love that movie. Og hún er krúttleg og bara Love Actually skilur alla ástina sem ert að finna á jólunum. Svona rómantíska, vinalega og svona fjölskyldu ást og bara svona every kind of way you can love somebody. Sorry fyrir enskuslegt en já. Holdovers, Klaus, Home Alone og Love Actually. Uppáhaldsmyndirnar mínar.